Ég held að það sé of eftirsóknarvert að vera fórnarlamb. Það ákveðin svona félagskreditkerfi þar sem að fólk hefur ákveðin ábata af því að mála sig upp sem fórnarlamb. Þá ertu einhvern veginn orðin, einhver sem á að taka meiri mark á í almennri umræðu. Ég hef aldrei skilið þetta. Ég hef aldrei skilið okkur manneskja sem að hefur tekið vondar ákvarðanir sé best til þess fallin að lýsa því hvernig góðar ákvarðanir eru teknar. Kannski það einhvers konar kontrast og svona, ætla að sé ekki eitthvað svona sem að næra samþjappa öllu sem að ég er búinn að tala í dag, að eins og Thomas Sowell sagði nú á sínum tíma að ef að þú ert með eitthvað vandamál og ferð í það að niðurgreiða vandamálið þá áttu ekki að gera ráð fyrir því að þú minkir vandann. En það eitthvað sem við höfum verið að gera. Við erum að sjá að fólk núna verður þreytt á vinnu. Ég held að það er rosalega viðhorfsbreytingu í þeim efnum. Fólk verður einhvern veginn þreytt á því að vinna og það erfiðara og það alltaf á samfélagsmiðlum, þannig að það alltaf líka í kvíðakasti og eitthvað þannig. Fer svo á TikTok eða eitthvað og tekur upp sjálft sig í kvíðakasti. Bara magnað að sjá það er bara einhver stelpur að taka, og þetta ofta stelpur, ég veit ég leiðilegur að segja að þetta séu stelpur, en þetta ofta stelpur sem að taka sig upp grátandi á TikTok. Já, einhverju algjöri erindisleysu að taka sig upp vælandi á TikTok og reyna að fá like út af það og eitthvað, vá, þú ert flottust, og reyna að fá eins og ég segi, þannig svona þetta félagskreditsystem til þess að klappa sér á bakið og réttlæta eigin erindisleysu. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.